Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóðum Jóð. Þjálfarana. Í þessum þætti ætlum við að fjalla sérstaklega íþróttakjörsvið á háskólastigi og hingað til mín í settið ég komið góða fulltrúa frá Háskólanum á Akureyri. Velkomnar. Takk fyrir. Takk fyrir. Ef við byrjum bara á þessari spurningu, hvernig þjálfar maður, eða kennir maður þjálfaranum? Sko, þjálfari raun kennari. Það eiginlega engin grundvallarmunur á þessum tveimur heitum, nema þjálfari kannski vinnur meira hjá félagunum meðan kennari vinnur í skólakerfinu. En báðir hafa það sama markmið að gera börn eða fullorðna hæfa einstaklinga í íþróttum. Þjálfarinn þá vanalega einhver ákveðin íþrótt meðan íþróttakennarin að kenna þeim allt. Þannig að þegar við erum að þjálfa eða kenna þjálfara myndum við rauninni gera bara sama hátt og við kennum kennara. Og það að undirbúa þennan kennara á alla mögulega vegu sem hægt hvernig hann á að vinna með börnum og úlingum og fá þau til þess að ná sínu besta í sinni íþrótt. Og þetta þýðir að þjálfarinn þarf auðvitað að kunna sitt fag, kenna íþróttakennarinn mörg fög, en þeir þurfa líka að kunna hvernig heldur aga. Hvernig í bekkjarstjórn, hvernig heldur utan hóp, hvernig kennur börnunum að vinna saman, hvernig kennur þeim að ná sínum einstaklingshæfileikum áfram og svo framvegis. Þannig að þetta rauninni mjög stórt svið sem dekkað í bæði þjálfun og íþróttakennslu. Að þú getur ekki bara sagt hérna kaðall og klifrað upp hann. Nei. Ef að nemandinn getur það ekki, hvað gerur þá? Hvernig bregstu við? Getur þú hvatt hann áfram? Getur þú tala við hann og útskýrt hvers vegna þú vilt hann reyni? Ertu tilbúin til þess að bakka ef hann bara ekki tilbúin til að gera þetta? Þannig að það þarf að kunna ótrúlega margt og hvort sem erum að ræða íþróttakennara eða þjálfara, þá þarf hann að hafa mjög breiða þekkingu sem nær langt út fyrir hans eigin getu í íþróttinni. Já, kannski bara stutta svarið. Þetta eins og nefnir, þetta rosalega margþætt, hvort sem það þjálfararæða eða kennararæða, þetta ekki bara að stilla upp einhverju braut og flauta svo af stað. Það þarf að kunna mjög margt, bæði líkamlega og andlega þætti eins og nefnir, en hvernig nær maður utan þetta allt saman? Þetta svolítið mikið. Já, þetta svolítið mikið og við byggjum þannig upp að við byrjum á því að nemarnir taka 3 ára B1-nám á íþróttafræði línu innan kennaradeildar. Og svo taka þau 2 ár á meistarastigi til þess að fá þá kennsluréttindin. Og fyrirhluti námsins byggðu þannig upp að við þau eru að taka bæði íþróttafræði, þau eru að taka lýðheilsu, hreyfingafræði, íþróttasálfræði og ýmsar mikilvæg greinar bara til þess að byggja upp grunninn, bæði þá kennslutengdan og íþróttatengdan. Og svo helgum við síðasta árið í þessu B1-námi í íþróttagreinarnar sjálfar. Og þá eru þau á staðnum hérna á Akureyri og eru að taka fyrir bara allar þessi helstu íþróttagreinar sem koma fyrir í skólaíþróttum og eru kenndar á flestum stöðum í skólanum. Þú nefnir íþróttasálfræðina því það nú margt sem kemur upp og þetta ekki bara íþróttir, heldur þetta líka félagastarf og þjálfari eða kennari þarf að geta tekið á móti bæði andlegum áskorunum og vandamálum sem koma upp og leiðbeina þar, þannig að þetta námi líka undirbúa undir svoleiðis. Jú, það gerir það náttúrulega. Og þau til dæmis fara í íþróttasálfræðina og eru þá líka til dæmis bara að fókusera á það einmitt akkurat eins og Kristín talaði hvatningu. Hvernig getur þú hvatt nemandann til þess að fara upp þennan kaðal eða hvað sem hann á að gera? Hvernig getur þú þá byggt það upp, þá hvatningu faglega án þess að segja bara 1, 2 og upp með þig, hætt svo væli. Þannig að það til dæmis svolítið tekið fyrir þessu námskeiði hjá okkur. Inn í það kemur náttúrulega líka þessi hugmynd að skólinn sé fyrir alla. Og að við reynum að ná því besta út úr hverjum einum. Þú veist hvernig það í íþróttum að fólk hefur mismunandi áhuga á þeim, fólk hefur mismunandi kannski í stakk búið til þess að gera ýmsa hluti, sumir eru mjög góðir í sumu og vondir í öðru og svo framvegis. Hvernig gerur til dæmis íþróttatíma þannig að hann sé alltaf skemmtilegu fyrir einhvern og einhvern tíma skemmtilegu fyrir alla. Við munum auðvitað aldrei kannski ná því að vera með
íþróttatíma sem öllum finnst skemmtilegur, nema jakahlaup. Já, fannst alltaf öllum gaman í jakahlaupi, en eiginlega allt hitt alltaf þannig. Ég meina, boltakrakkarnir hafa kannski bara gaman að boltaíþróttum, en svo aðrir sem hafa ekki gaman að þeim og vilja þá frekar kannski vera bara í frjálsum íþróttum eða. Þannig að sko, það svo margt sem að þessi einstaklingur sem stendur þarna í skólahúsinu til dæmis og að kenna börnum íþróttir, hann þarf að geta tekið tillit til svo margs og við reynum að undirbúa þennan einstaklings eins vel og við getum hvað það varðar. Þannig að ég sem íþróttakennari, ég þarf ekki að vera góður í öllum íþróttagreinum því að maður þarf samt að hafa einhvern ákveðin grunn því maður hugsar það eins og bara í knattspyrnunni ef ég að kenna einhverjum að sparka í mark og ég annarkvort kiksa boltann eða hitt ekki markið þá missi ég ákveðin trúveruleika þannig að ég þarf að kunna ýmislegt alveg eins og bara hvernig á ég að fara í skíðaklossan og ég getur alveg endalaust. Þetta svona það sem við erum að byggja upp með og svona taka fyrir á íþróttaárin okkar, 3. árinu, þá erum við að fara í margar íþróttir þó við séum ekki að ætlast til að nemarnir okkar hlaupi 100 metrana á einhverjum x sekúndum. Heldur viljum við bara þau kunni, eins og segir, fara í skíðaklossan, fara ofan í skíðin, fara af stað, klæða sig í klossa, til dæmis stinga upp einhverjum leikjum á skautasvellinu eða einmitt hvernig á að stilla upp handboltaliði og þú veist hversu margir í blaki. Við viljum að þau kunni svona grunninn og geti svona sýnt vissa færni í hverju einni íþrótt þó þau þurfa ekki að vera einhverjir meistarar. En þetta nám í Háskólanum á Akureyri, þetta ekki íþróttafræði, heldur þetta íþróttakjörsvið innan kennaradeildar? Já, það sem við erum að gera að útskrifa kennara. Þannig að þeir sem koma til okkar og velja íþróttakjörsvið, þeir verða kennarar. Þeir eiga að vera hæfir til að kenna mjög margt vegna þess að þeir eru að fá mjög mikla kennslu, reynslu og töluvert mikið af bara þjálfun í því hvernig þú gerir alls konar hluti sem að inniheldur til dæmis bara að búa til próf og setja fyrir námskeið, byggja upp og ýmislegt annað sem ekki bara inn á íþróttakjörsviði. Þetta fyrst og fremst vegna þess að reynslan hefur sýnt að íþróttakennarar eru ekki kannski að endast út starfsævina sem íþróttakennarar. Ég held að meðalaldur íþróttakennara í starfi sé 7 ár sem ótrúlega lágt og þetta helgast að einhverju leyti að aðstæðum. Það segja að standa út í íþróttahúsi, segjum bara eins og upp í höllinni með, hvað að tala kannski 5 bekki í einu og allir að öskra hver ofan í annan og þessi hópur að missa röddina. Það verið að hugsa út í þetta og reyna að finna leiðir til þess að gera starfsaðstæður betri en það svona ýmislegt sem kemur inn í þetta þannig að þau endast ekkert mjög lengi starfi þannig að mjög margir samt eru hrifnir að kenna. Þannig að þegar þeir eru búin að fá nóg íþróttakennslunni þá er það til að fara yfir í almenna kennslu og fara að kenna jafnvel lestur í 6 ára bekk eða hvað sem þar í boði. Það líka mjög algengt að fólk sé að ráða sig í litla skóla út á landi þar sem einfaldlega ekki full íþróttakennara staða. Þannig að þú ert kannski að kenna íþróttir að hluta til en svo ertu bara inn í venjulegri bekkakennslu. Og ef þú ert búin að taka fyrst og fremst íþróttagreinar og íþróttakennslu þá ertu kannski ekkert endilega undirbúin undir það að fara síðan að kenna 6 ára barni að lesa. Þannig að það það sem við höfum miðað við að þeir sem við útskrifa og af okkar íþróttakjörsviði þeir geta líka fara og kennt barni að lesa og eru undirbúnir undir það og þeir hafa mjög breiða þekking og mikla kennslufræði þannig að þeir verða í rauninni bara almennir kennarar nema þeir kjósa að kenna íþróttir. Akkurat. Svona breiðari grunnur til þess að vinna með fyrir framtíðina fyrir það sem við viljum horfa aðeins lengra. Og rauninni sveigjanlegri og opnari framtíð. Akkurat. Við höfum talað það að þetta svona 2 fyrir 1 námi hjá okkur. Þetta svona 2 fyrir 1 tilboð sem við fá með því að taka íþróttakjörsviðið okkar. Þú fær bæði réttin til að kenna íþróttir og svo færðu réttin til að kenna í grunnskólum. Akkurat. Með það ætlum við að taka smá pásu því maður þarf að taka sér pásu eins og í hverri kennslustund og kíkjum yfir í smá auglýsingar. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn í boði Djós. Og við höldum áfram hérna í taktíkinni. Við vorum að tala um þetta 2 fyrir 1 tilboð á náminu í Háskólanum fyrir hliðið. Þetta nám, fyrir hverja þetta? Þetta fyrir alla? Þarf maður að vera með íþróttabakgrunn eða sjáið þið þess að nefndu svona sækjum, eru þið með einhvern sérstakann bakgrunn, eru þið
þið að fá nemendur sem eru úr öllum íþróttagreinum? Sko, þú þarft ekki að hafa íþróttabakgrunn, en við erum vissulega að fá fleiri einstaklinga með íþróttabakgrunn en aðra, fyrst og fremst vegna þess að ef þið langar að vera íþróttakennari þá hefur sannlega gaman íþróttum, þá ertu mjög líklegur til þess að vera búin að vera í íþróttum. Þannig að mjög margir af okkar nemendum hafa verið mjög framalega í sínum íþróttagreinum, að æfa á fullu og eru virkilega tengd við ákveðnum greinum, en svo erum við líka með nemendur sem eru það ekki, sem bara hafa gaman íþróttur, langar að vera íþróttakennari en er ekkert endilega með eigin metnað fyrir því að ná sérstaklega langt í einhverju ákveðin íþróttagreinu. Þegar maður fer yfir þessa námskrá hjá ykkur, þá eru þarna boltatímar, það eru fimleikar, það eru vetraríþróttir, það eru fullt af íþróttagreinum, en hvernig veljið þessa greina sem lenda á námskrá? Þetta eru aðalega greinar sem eru teknar fyrir námskránni, íþróttanámskránni og fyrir skólana og við veljum það þannig inn og þetta eru svona flestar sem við köllum svona skólaíþróttir. Við ákveðum líka að bæta inn vetraríþróttum af því að við erum svo heppin að búa hérna á Akureyri með fjallið í baksýn. Þannig að við ákveðum að nýta okkur það og taka það líka inn í námskrána. Það er náttúrulega þekkt að skólar fara náttúrulega oft á skíði og skauta yfir veturinn og okkur finnst mikilvægt að íþróttakennararnir okkar eru tilbúin til þess að geta sýnt einhverja grunnfærni og aðstoða nemendurnar þegar við komum upp í fjall eða á skautana. Ég kom svo litið að því að hanna þessa námskrá. Það var búið að gera ýmislegt þegar ég kom inn, ég síðan fínpústaði og kláraði og við gerðum mjög mikið því að skoða námskrá annarra skóla. Mjög víða, bæði auðvitað skólan tveggja fyrir sunnan sem að kenna þetta en líka fjölmarga skóla í til dæmis bara Kanada og Bandaríkjunum, skoða hvaða sem vanlega í svona íþróttakennarnámi, hvaða íþróttir eru verið að skoða og svo framvegis. Og þess vegna er það sem við erum auðvitað með þessar hefðbundnu greinar, boltaíþróttirnar og spaðaíþróttir og ýmislegt annað þarna inni. Badminton er mikið spilað oft í grunnskólum. En eins og Nanna segir, þá er líka hægt að vera í vetraríþróttabænum Akureyri og bjóða ekki upp á einhvers konar kennslu í íþróttum, vetraríþróttum. Og ég er með umsjón með þessum áfanga sem heitir skíði og skautar. Ég segi þessi svalasti áfangin í skólanum. Og auðvitað er það vegna þess að það var oft ansi kalt í vetur. En það er nefnilega svo frábært tækifæri að hafa þessa aðstöð og vita einmitt eins og Nanna bendir á að það eru allir að fara í skíðaferðalög. Það er verið að fara með krakkana á skauta þar sem aðstæði til þess og þá skiptir miklu máli að kennarinn hafi allavega svona einhvers konar grundvallarþekking á þessu og sé búin að prófa kannski einu sinni áður og það var svolítið gaman einmitt í vetur að það kom þeim svo mikið óvart hvað þeim fannst gaman í gönguskíðum. Gönguskíð er svona íþrótt sem er mjög vaxandi núna og að verða mjög vinsæl en hefur ekki endilega þótt svona mest spennandi, íþróttagrein allra og svo prófaði og þau uppgötvuðu það að þeim fannst þetta ótrúlega skemmtilegt. Þannig að það er svona líka þetta að þau fái tækifæri, ég meina sem þau hefðu aldrei farið að skauta og allt í einu eru þau komin í íshokkeygalla og farin að skjóta á mark og þetta hefur verið ofsalega skemmtileg reynsla hjá þeim að kynnast fleiri íþróttagreinum heldur en þeir sem þau þekktu og við gefum þeim tækifæri til þess að fá svona þokkalega breiðan grunn í svona þessum helstu íþróttagreinum en auðvitað vantar hellingin. Ég meina við fórum með júdó en þau fóru ekki karate og svo ýmislegt annað en það er kannski að því það er ekki verið að gera það mjög mikið inn í skólanum. En lykillinn í þessu öllu saman, það er aðstæðan líka bara fyrir ykkur til að geta kennt þetta að það sé aðstæða fyrir hendi. Og við höfum átt í mjög góðu samstarfi við Akureyrarbæ, höfum fengið afnotað sölum hér og þar bæinn að skautahöllinni, farið með upp í fjall og svo framvegis. Þannig að það hefur verið alveg ómetanlegt samstarf. Þannig að íþróttakennslan, það sem að þjálfarinn sem elskar knattspyrnu er að kenna og kennir bara alltaf knattspyrnu, það er liðin tíð. Það er eiginlega liðin tíð og maður sér það líka bara svona á íþróttakennslu í dag með við kannski þegar maður var sjálfur ungur að þetta hefur breyst mikið og það er reynt að fara inn á eins og flestar íþróttir eins og hægt er, eins margar íþróttir hægt er. Þannig að þetta er svo sem ætti að vera liðin tíð og vonandi kannski með þessu námi og þessu, við erum náttúrulega búin að opna fyrir þeim þarna margar íþróttagreinar, þá munum okkar nemar væntanlega nýta sér þær í framtíðinni, í sinni kennslu. Og það er auðvitað sama með þetta eins og bara menntun almennt, að það er ákveðin þróun í gangi. Það er einhver ákveðin að kenna einhver uppi á ákveðinu tíma sem að virka og svo er komið í ljós að þetta er kannski ekki endilega besta. Þannig að maður skoða bara, þú veist, ég byrjaði held ég 7 ára í íþróttum. Þá vorum við svona frúarleikfimi. Það er einhver svona teygjur og ég veit ekki hvað, okkur fannst þetta mjög leiðilegt.
og svo með hverjum nýjum kennara breyttist sjónarsviðið sem að einmitt endaði í einhverjum svona fótbolti í allum tímum. En núna held ég með auðvitað hafa íþróttakennarar alltaf verið að gera sitt besta og vera með fókusin á það sem að tala rétt í hver skipti. Ég held að það sem að kannski við viljum svona skilja eftir hjá okkar nemendum einmitt að hver og einn nemandi einstakur, þau hafa mismunandi áhugamál og við verðum að geta komið til móts við þau öll, eins og ég nefndi hérna áðan. Og í því raunin þetta falið, þó að fótbolti sé ofsalega auðveld leið fyrir kennarann, hann þarf ekki að setja upp. Það þarf bara að vera 2 mörk og 1 bolti og þau geta bara hlaupið. Og jafnvel þeir sem ekki góðir geta líka hlaupið, þannig að allir með. En maður á ekki alltaf að fara auðveldustu lausnina í kennslu. Akkurat, ég held að þetta séu frábær lokaorð á þessu spjalli hjá okkur hérna. Takk hérlega fyrir komuna. Kíkjum yfir í smá hlé og hérna eftir það ætlum við að fá einn nemanda til þess að segja okkur frá hans upplifun.